24. kafla segir Jesús sjálfur í 37. versi og þar áfram: eins og það var á dögum Nóa, svo mun verða við komu mannssonarins. Dagana fyrir flóðið átu menn og drukku, kvæntust og giftust, allt til þess dags Nói gekk í örkina. Þeir vissu ekki fyrir flóðið kom og hreif þá alla burt, eins verður við komu mannssonarins. Þetta nógu skýrt, vinir? Hann að segja eins og það var þá, hvað voru margir sem létu frelsast á dögum Nóa? 8 manns. Nei, ég ekki að segja, og ég held að Kristur hafi ekki verið að meina, það verði bara 8 í lokin, en þeir verða svo fáir eins og á dögum Nóa að það er alveg skelfilegt hver fáir láta frelsast þrátt fyrir allt sem himinn hefur gert fyrir þá. Bara eins og það var á dögum Nóa, sagði Kristur. Svo segir Páll postuli í öðru Tímóteusarbréfi í 3. kafla og 12. versi: allir sem lifa vilja guðrækilega í samfélagi við Kristi Jesú munu verða ofsóttir. Í ljósi þessa ættu kirkjudeildir nútímans að hugleiða þessa mikilvægu spurningu: hvers vegna virðast ofsóknir ekki lengur eiga sér stað? Það er vegna þess að kirkjan hefur samið sig af háttum heimsins og vekur þess vegna enga andstöðu. Þetta það sem að gerast í dag? Látið það bara allt koma, við skulum samþykkja, við setjum bara lög og þá getum við allir lifað í friði. Ekki aldeilis. Það Guð á sér sinn litla hóp, þennan pínu litla hóp sem mun ekki bregðast honum. Og þeir vilja frekar deyja, láta lífið fyrir trú sína og traust á frelsarann, en að hlýða einhverjum lögum manna sem brjóta gegn lögum Guðs. Og ég gleymi því ekki þegar ég las í, hvort það hét DVF eða Dagblaði hérna fyrir allmörgum ári síðan, að þar lýsti fyrrum biskup sem nú er látinn því yfir. Þegar að lög landsins og lög Guðs stangast á, verða lög Guðs að víkja. Þetta er að gerast í dag. Svo höldum við áfram í Mattheussi 25. kafla. Hérna sjáum við þetta alveg svart og hvítu með þessa 2 hópa. Þegar mannssonurinn kemur í dýrsinni, þetta er 31. versi, og allir englar með honum, þá mun hann sitja í dýrðarhásæti sínu. Allar þjóðir mun safnast frammi fyrir honum og hann mun skilja hvern frá öðrum, eins og hirðir skilur sauði frá höfrum. 2 hópar, annar stór, og flestu finnst svona þægilegra og öruggara að fara með meirihlutana því að ekki geta þær allir haft rangt fyrir sér að það. En Kristus segir það er þeir sem glatast. Og svo er þessi pínulítli hópur sem frelsarinn okkar mun bjóða velkomin inn í dyr sína á efsta degi. Í Efesusbréfinu í öðru kafla frá 8. versi er þetta áréttað að af náð eru þér hólpnir orðnir fyrir trú. Þetta er ekki yður að þakka, það er Guðs gjöf. Bara ekki fara héðan út. Menn fann skilning á orðum mínum að vegna þess að við séum svo duglega að lifa kristnu lífi að þess vegna verðum hólpin? Aldrei. Það er aðeins fyrir náð Guðs. Þetta er gjöf sem að gefur okkur eilíft líf, fyrirgefningu, náð fyrir úthelt blóð frelsarans Jesú Krists, okkur til handa, sama hversu sinnsamleg við erum. Og að því að einhver nefndi hér fyrr í samkominni, á bænastundinni, einhvern mann sem að einhvern veginn vildi svo afvega að lítið börn oft liðu fyrir. Jafnvel slíkur maður getur frelsast. Þó að sitja inni, læstur, fyrirlitin, hafnaður af mörgum. Yrðu við ekki hissa mörg hver
að sjá þennan ég segi fyrrum meðbróður vegna þess að hann var einhvers staðar burtrekinn. Hann ekkert burtrekinn héðan. Þó hann hafi verið dæmdur fyrir það að misbjóða fólki, oft unglingum eða börnum. Það sama hver fortíð þín hefur verið. Jesús Kristur dó fyrir alla syndara. Lesið bara Jóhannes 3:16. Fyrir allan heiminn fórnaði hann lífi sínu. Ef þau bara vilja. Þeir eru bara svo fáið sem vilja láta frelsast. Og þetta gjöf. Ekki byggð á verkum eða verkum okkar. Enginn skal geta miklast af því hversu kristinn hann er. Við bara meðtökum þessa náð, þessa yndislegu gjöf og látum gleðjast. Það svo eitthvað skemmtilegt að fá gjöf í hendurnar, innpakkaða með borðum og blómum og að gera sér grein fyrir því að einhver hugsaði þannig til okkar að honum eða henni fannst þau verða að gefa okkur eitthvað. Dýra gjöf. Jesús færði dýrustu gjöfina. Svo nú bara spurningin fyrir okkur að hugleiða. Það eru aðeins 2 hópar. En hvar þig að finna?